Góðan daginn og velkomin í 29. þáttinn minn hérna á YouTube-brásunni minni. Í dag er sunnudagurinn 7. maí 2018 og ég heiti Helga og ég er handavinnuóð. Nú, ástæðan fyrir því að ég er að taka þetta upp hérna seinnipart sunnudags er einfaldlega svo að í fyrramálið var ég ekki búin að gera neitt meira í prjónaskapnum en ég er búin að gera nú þegar. Ég er í smá saumaham og svo sjáu hérna fyrir aftan mig og svo er langur vinnudagur hjá mér á morgun, þannig að mér langaði bara að klára þetta fyrir þessa viku og síðan fer ég í smá frí aðra helgi og þá kem ég ekki aftur inn hérna fyrir ná svona þriðjudeginum, á ekki von á því. Þannig að ég ákvað bara að henda í eitt svona stykki núna. Truflaða staðan sem ég held að vera að banka hérna en ég á ekki von á neinum, þannig að það var bóndinn og fór söður í bíó með örverpinu, þannig að það á ekki að vera einhver þvælingur hérna. Og já, bara kjörið ég að renna í þátt núna til höfð og fín nýkomin úr nafnaveislu hjá Hilmi Þór og þannig að það var bara upplagt að við fáum ekki nývaknað einu sinni á skjár. Þannig að ég byrjaði að bjóða alla nýja og gamla velkomna. Það er alltaf gaman að sjá einhverja nýja bætast í hópinn og mig er að finna á Instagram sem Helga A71 og Raverly sem Helga AR og svo er ég með like-síðu á Facebook Verkefnatöskur Helgu. Og ég seti þetta vanda neðan á skjáinn og í boxi fyrir neðan og ef þið eru að rekast inn á þetta bara fyrir tilviljun og langar að fá fréttir af því þegar ég seti eitthvað nýtt inn á rásina þá er bara hægt að fara í boxið fyrir neðan og velja í haka í rauðan hnapp sem stendur í áskrift og þá sjáið ef ég set eitthvað efni inn á og svo er hægt að haka líka á einhverju bjöllu þannig að þá fáið tilkynningu í tölvupósti ef það kemur eitthvað nýtt inn. Nú í dag ætla ég að fara yfir klárin, verk í vinnslunni, hvað er á döfinni og hvað datt í pokann og svona og svona almennt spjallbæri restina eins og venjulega og þá er bara svo sem ekkert eftir neina að bíða en ég gerði daginn grampspeysuna eftir Tinkan Knits á Ernilegu sem er rúmlega 1 ás og hann er búinn að fá hana og ég gerði líka á Hilmi Þór, þetta er 0-6 mánaða og hann fer þessa þá í fyrramálið og þetta er kaskett 220-100% ull sem ég keypti í handprjón í Hafnarfirði og mjög skemmtilegt gatn og fljót prjóna því það er gróft og já, enga stund gert, sérstaklega ekki þegar ég var búin að gera öskristina einu svona áður og var svo að fara niður stærri í þokkabót þannig að þetta rauk af prjónunum. Og já, afgang af þessu gráa og svo er ég svona skæribleika dokku líka og smá afgang af þessum bláa lit og ég ætla að sjóða saman í einhverja peysu fyrir hrafntinu svona fyrr en síðar. Þannig að þetta er fyrsta klárið og það er gaman að sjá þá frændur í afapeysunum sínum. Nú síðan kláraði Flashpoint tvöfalt klukkuprjónshúfa hún er eftir Knitting Apprentice var frí á Raverly og þetta er bara tvöfalt klukkuprjón og kínan mín er í módelstörfum og ég var svona aðalega að æfa mig í þessum að gera svona munstur. Þetta er aðeins öðruvísi en í húfunni sem ég gerði daginn. En þetta er handletað eftir mig
Þetta bláa smart og þetta handlita Sisu og ég hélt því tvöföldur þannig að grófleikinn svona svipaður. Og þetta var bara mjög, þetta uppskrift sem skrifuð bara línu fyrir línu, mjög einfaldar og góðar útskýringar á munstrinu. Mæli alveg með því að þið eru búin að dýfa tánum í svona að þetta þá ekkert mál að fara í þetta. Það eitt sem að ég klikkaði á, ég var ekki með nógu oddkoss að prjóna í þessu. Þannig að það var þegar ég var að prjóna svona 3 ár saman að þá oft datt ein lykkja niður og það pínu trikki að ná þessu upp aftur á réttan stað þannig að fallegt verði og sumstar sá ég ekki að ég hafi mist niður lykkjur fyrir en að ég var búin með húfuna og þá tók ég bara bláan tvinna og fór innan í og fann lykkjuna og sett hana svona cirka það sem hann átti að vera og bara batt hana hreinlega þar inni. Og þetta er svo sem ekkert eitthvað sem ég verð með á hausnum, þetta var náttúrulega meira bara svona æfingaverkefni. Þannig að ég mæli eindregið með að vera með viðeigandi prjóna við verkið. Prjónarnir eru sjálf sér bara mjög fínir sko en voru bara ekki nógu oddhvassir fyrir þetta verkefni. Skár hérna í Egils límúnaði. Fyrst eftir allt gúmmilaði átið. Nú, síðan kláraði ég annað par af Ravenhill Mitts eftir Ray Gronmark og þeir eru sem sagt úr garninu frá henni Amy Stranded Dyeworks og ég klikkaði á einu því ég ákvað að vera ekki með munstur inn í lófunum, ég langaði að hafa bara slétt inn í lófunum. Ég hefði þurft að bæta við mynstri hérna af því að þetta náttúrulega, já, ég veit ekki okkur þetta fer svona því það eru jafn margar lykkjur á prjónum að framan og aftan en þú veist, þetta er ekkert 100 í hættunum þetta séu svona. Þetta er æðislegt garn og það er svolítið appelsínugul birtan þannig að þetta eða svona eins og ég sé þetta, nei þarna kemur þetta rétt og og nú er ég búin að nota þetta garn upp til agna af því að næsta klár sérst kraginn Bombini eftir K. Jones hjá Bakery Bears, K.F. Jones og Ravelli, Bombini. Geggjuð uppskrift og sko eins og mér þykir æðislegt að prjóna sjöl þá finnst mér miklu auðveldara að nota svona kraga. Og hann, þú veist, þetta fer bara svona utanum og þá er ekkert eitthvað of þykkt hérna aftan á og þvælist fyrir. Og ég notaði á móti því ég vissi að ég mjög tæp með garnið þá þurfti ég að nota ég bara Austumann Stepp. Nú tók ég ekki dokkunum með mér inn. En þetta er bara svona blá grár eitthvað og og svo var ég búin að gera þessa húfu þannig að ég er bara ready í þriðja veturinn þriðja í vetri og þessi húfa er líka eftir Kate Jones sem að gerði þessa uppskrift og ég var búin að verða mér út aðra svona kraga uppskrift líka. Nú er ég ekki með hana í hendina, hún er eitthvað staðar í góðum gír að bíða. Og það var svona aðeins voldugri kragi sem mér langar að gera líka. En þetta tók ekki nema sko þessi fóru bara tæp 50 gram í þetta af svona sokka grófleiku sokka garnskrófleika eða fingering og ég notaði addi prjóna 3,5 mm í verkið
og hún gefur líka upp lykkjufjölda og uppskrift fyrir worsted weight, grófara garn og hérna ég með tilbúið bara fabel í svona sett og svo ætla ég að prófa að gera úr svona úr trysil líka sem sérst þá hendar betur við grófu fyrir grófu uppskriftina. Þannig og þetta var mjög fljótgert. Þetta eiginlega bara svona 2 kvölda verk eða eins heilsdagsverk og hérna ég vil skemur það. Ég þurfti að rekja upp af því ég var að vera búin með þennan hluta og ég mist lykkju niður alveg hérna niður í garðaprjónshlutan og það var frekar flókið að veiða þau upp út af bara prjóna áferðin í þessu. Þannig að ég rakti það bara upp og ég þurfti að gera þennan hluta eiginlega nánast alveg 2 svar. En þetta alveg frábært. Þetta eitthvað sem að allir geta notað og maðurinn hennar Kay, hann Dan, hann á svona kraga og alveg sníkti einn kragan af henni og alveg fíla hann í ræmur og það var úr hérna ég man ekki úr hvað en það var úr svona grófgarni. Þannig ég sé þetta fyrir mér, þetta var alveg bráðsniðugt í gjafir líka. En þú veist, ég segi alltaf, ég ætla að gera, ég á ekki að segja þetta, ég ætla að gera marga svona því að svo ger ég það ekkert af því að, þú veist, með að gera saman hlutin 2 svar. En já, kannski auðveldara með svona litla hluti. Og þegar maður búinn að læra uppskriftina þá þetta svo sem alveg kjörið svona ferðalega prjón. Nú og þá eru klárin komin og við bara búum með 12,5 mínútur. Nú síðan það verkin í vinnslu. Ég sýndi ykkur daginn að ég var búin að fitja upp á fyrir okkur sokka fyrir okkur hjónin á sama prjónin en svo hætti ég við og rakti upp og byrjaði bara á einu par á mig og svo þarf ég bara að fitja upp á hans sokkunum fyrir Helga og byrja hans. Og þetta bara Step 6 frá Austumann. Þetta svona grófara þannig að ég að nota 3 mm prjóna í þetta er DK grófleiki. Og þetta verður svona bara útilegu sokkar hjá okkur. En ég þarf bara að spýta kannski aðeins í lóðinu með það því að ég skilaboð það í gær að vagnin okkar væri komin út úr vetrargeymslu. Það þýðir náttúrulega bara að sumarið sé að koma, hvað sem það snjóar úti eður ei. Síðan, hvað ekkert síðan það Kaluna sokkarnir. Þessir þetta er Soprano Knit á Ravelli. Það er æði að gera á en þeir eru ekkert fljótgerðir sko. Þetta munstur alveg, tekur sinn tíma að gera það og ég veit ekki hversu gott það verður að fara í þá en ég minna þeir verða það bara fallegir upp á vegg. Þú veist, en þetta er mjög gaman að gera eitthvað svona reis. En þetta er eitthvað svona sem að þetta sem betur fyrir bara 2 umferðir. En þetta er ekki eitthvað sem að maður getur verið að gera allavega ekki til að byrja með svona innan aðra eða við að horfa á spennumynd. Og þetta er prjóna 2,25 og bara handlitað sokkagarn eftir sjálfa mig.
er ekki farin að sjá svolítið svona, ég er þessi bleika, laxa bleika típa, bleika aprikósu. Það var hún Sigurlaug sem benti mér á það að þetta var svolítið mínir litur. Ég svo hef ég fyrir að skoða skápa minn og allt þetta dót sem ég nota mest. Þetta allt í einhverju svona aprikósu, laxa bleiku, einhverju. Síðan það Vertices Unite. Ég held að það sé ekkert, ég sé alla búin að gera. Ég ekkert búin að prjóna í því síðan ég talaði ekki síðast. Þannig að það bara saman stað. Það eitthvað svona, kannski tekið það með mér og bara teppin. Ég að fara að sérst í sumarbústaði með aðra helgi og tek það kannski bara með mér Vertices Unite og þessi langtíma teppaverkefni og útilegu sokkana. Verð bara með svona eitthvað þægilegt með mér. Og síðan að lokum í verkum í vinnslu pom-pom peysan mín og þar kemur aftur þessi litur. Og nú farið að koma svona pínu mynd á hana. Ég er búin að taka út fyrir ermunum og nú bara prjóna niður. Og ég fekk pínu í magan í vikunni þegar ég allt í einu fór ég að kíkja töskuna og alveg bara voðalega og ég bara 2 svona í viðbót af þessum aprikósu lit. Come on, hvað í gangi? Hvernig fiffa ég þetta á? Og var komið alls konar svona pælingar í ganga, bara gera röndóttar. Byrja að gera röndótt fyrir neðan brjóst eða eitthvað. Það ermarnar á búkinn, nota hvíta litinn og eitthvað svona. Nema svo tók ég allt í einu kvikna á peruna og ég hugsaði ég á meira. Þú veist, þetta getur ekki verið. Og kíkja hérna upp í eina körfu hérna upp í hillu. Jú, þar var restinn. Thank God. Þannig að hún verður alveg bara eins og uppskriftin segir til í útliti. Þá ég sé ekki með sama gatt. Og afsakið, ég er að prjóna þetta á 4 mm hæja sharp. Og stroffið á 3,5 mm. Og þetta er bara rosa þægilegt núna. Bara prjóna. Slétt. Maður sjá og þá er bara komið það sem að ég er búin að vera að vinna eitthvað í fyrir utan þetta sem ég byrjaði á að kláraði í vikunni og það sem að ég ætla það sem að er á leiðin á prjóna er eins og alltaf hann að blessu jólagjafvellingarnar kannski bara hætti að tala það til að byrja á því og að því að það gerist bara, þú veist, eftir mál. Og ég var búin að segja í síðasta eða þar síðasta að ég ætla ekki að byrja að sauma fyrir en að ég væri að koma með allt efni sem ég á vona á að utan. En svo bara fékk ég fullt af öðrum efnum en þessum sem ég á vona utan og það komu nokkrar beiðnir að fá stórar töskur, svona peysu stærð af töskum. Þannig að ég bara í gær þá bara allt í einu langaði mig að byrja að græja það fyrst ég var að koma með hráefni í það og er að því núna sýni ykkur hérna svona voffa langkvenda og svona blóma og kaffifíkla hérna efni. Þannig að það fer að þetta ætti að dúkka upp inni á síðan í kvöld eða morgun bara, já, sennilega ekkert á morgun bara þegar ég verð
komið aðstöðu til þess að taka myndirnar af þeim. Nú og svo kannski svona áður en ég fer í að sýna hvað datt í pokan, þá fór ég í hérna svona, keypti hún Sjóna í Sjóna Stitches hérna á YouTube. Hún var að tala að Lilly hjá Nordic Stitches YouTube-brásinni var að gefa út sokkapakka með 4 uppskriftum af lágum sokkum, og þegar maður kaupir pakkan þá færðu 5. í gjöf. Ég veit ekki hvort það sé hvort það sé bara ef maður keypti þetta áður en þetta byrjaði, eða hvort það sé bara, þú veist, að því nú er fyrsta uppskriftin komin og ég keypti þetta áður en að hún kom, þannig ég veit ekki hvernig það er. En þetta er allt svona með lágum svona, og mig hefur langað til þess að gera svona, því að þessi búðakeyptu sokkar sem ég nota á móti við handprjónu sokkunum mínum eru allir svona lágir, og ég hef bara ekki ennþá einhvern veginn byrjað að prófa þetta, en hún gerir fallegar uppskriftir, hún Lilly, þannig að ég ákvað bara að slá til og kaupa með pakkan. Og já, þetta er bara Nordic Stitches á Ravelry, og þetta sokkapar heitir Sand Between My Toes. Og ég átti náttúrulega, ég á alveg fullt garnið, en einhvern veginn fann ég ekki rétta garnið í verkið. Og Lína bað mig að lita nokkrar hespur fyrir búðina. Þannig að ég bara litaði nokkrar hespur fyrir mig í leiðinni, gaggjart með hérna þetta í huga. Já, hérna er ein hespan. Og þetta hérna ætla ég að nota í hérna fyrsta parið, og ég sjá að svona glitþráður í þessu. Þetta var bara ólituð ull frá Knitpicks, og þessi bláu skellur áttu nú ekkert að vera þarna, en þetta bara sýnir það, þú veist, hvað þú gerir ekkert, þú getur ekkert túsa þetta, stróka þetta út ef þetta gerist. Þannig að ef ég hefði verið að gera þetta fyrir sölu þá hefði ég ekki getað selt þessa hespu, en þetta er 50 g hespur sem er yfirdrifin á í þetta. Og síðan gerði ég eina svona sem er svona silfurgrá, passa vel við silfurþræðina, og síðan svona gylt og hvítt. Það fyrir eitt parið, og svo svona blátt og hvítt, og þetta er alveg ótrúlega mjúkt garn. Og síðan átti ég sjálf 100 g hespur líka, og þetta er bara hérna hvítt Östermann-stepp garn, og ég bara svona lék mér með ágangana af litunum þegar ég var búin að lita fyrir búðina. Og þessi hérna er svona hvít og bleik, og hérna svona græn og blá, og svo var hérna ein hespan eitthvað leiðileg og ég var að vinda hana upp, og ég var bara búið til svona rindilúr hluta af garninu. Þá getur ég notað það í hæla eða tá eða eitthvað með þessu, eða jafnvel með þessu. En við hérna, já, þannig ég sullaði aðeins í pottunum og það var æðislegt. Ég bara vissi ekki hvað ég var farin að sakna þess, og maður verður alltaf svona pínu óður og langar að gera meira og meira og meira, en þú veist, þegar maður á alveg fullar hillur af þessu, þá er það ekkert skynsamlegt. Það var nú kannski gálar að bíða þangað til mann vantar eitthvað gat fyrir ákveðið verkefni. Nú svo þurfti ég að fara í örferð suður á föstudaginn,
to meet my doctor og hérna og til þess að hérna peppa mig upp áður en ég fór þá fór ég í Storkinn. Ég var búin að sjá að það var einhver útsalaðar og þú veist. Og það var svo sem sko, ég fullt af fallegu svona sokkagarni frá Headshock Fibers og Quins og eitthvað en ég bara á nóg af því í bili. Ég nefnilega keypti mér, þú veist, ég sýnum bara þetta smá og nema á borðinu var hann að karfa með shelter og hérna loft amerísku ullinni og þetta voru svona litir sem var að hætta þannig að það var bara til ein hespa á hverjum liti í þessum svo ég keypti bara allar þessar 4 hespur sem var eftir. Þetta er sérst frá Brooklyn Tweed 100% American Wool og ég ætla að nota þetta í svona kraga, hugsa ég, eða húfu, eða kraga, eða húfu, eða vettlinga eða eitthvað. Það var eitthvað svona, þetta er flokkað sem worsted weight yarn, það voru 140 yardar í 50 grömmunum, 130 metrar eða eitthvað svo leys. Og þetta er svolítið svona, ég hef heyrt í öðru erlendu podcastum að fólki þykir auðvelt að slíta þetta en við kannski sem höfum verið að prjóna með plötulópa og bara íslenska lópanum almennt það hrjáir okkur ekki. Það er við erum með eitthvað annan lag á því og mér er búið að langa svo lengi til þess að prófa þetta garn. Ég bara hreinlega vissi ekki að það væri til hérna á Íslandi, þannig að þeir komu með mér heim og það kom líka með mér heim svona penni til þess að draga upp sem sagt svona krossútsaumsmyndir á efni svo úða maður bara vatni á þetta þegar maður ætla liturinn hverfi. Já, þetta kom sem sagt með mér heim. Síðan þegar ég var út á Spáni það var allt svo ódýrt þar og ég eitt ekki peningunum gjaldranum sem ég fór með það var bara pínu broti þá náttúrulega einhverju slökunni einhver kvöldi þá datt ég inn á síðuna hjá Töft Woolen og ég er búin að og þeir sem að horfa mikið á erlend podcast og hafa heyrt mikið þetta og þetta er sem sagt hérna hún framleiðir sápur, handaburð, varasalva og bara fullt. Þetta er töftwoolens.com það vil kíkja hérna inn og ég fekk mér tvenna handaburði Chai Spice og Fresh Air. Ég ætla nú ekki að opna Chai Spiceið af því það er svolítið kröftugt og ég er með hausverk og það fer ekki vel saman hjá mér sterk líkt og hausverkur. En hún er æði því ég er ekki með hausverk. Og þetta er bara svona stifti. Og svo nudda maður þessu bara á sig. Og þetta er, þú veist, og þú getur bara að byrja strax að prjóna. Þetta þarf ekki að bíða neitt og ótrúlega svona fersk og hrein lykt, enda þú veist, Fresh Air. Síðan fékk ég mér hérna Luxury Lip Balm, af því að ég get orðið með leiðilega varstundum. Og þetta fékk mér Honeycrisp Apple og Sweet Orange. Þetta er bara eins og að vera með nammi á vörunum. Það er ekkert flóknara. Og svolítið fyndið með þess að Fresh Air lykt. Ég finn pínu svona lykt eins og var af afa Helga, föðurafa minn. Hann var hérna, hann var olíubílstjóri og hann reykti pípu og það kemur svona, þetta er svona eins og þegar menn taki nefið og snýta sér, þá kemur svona svolítið spes lykt á tóbakinu. Hann gerir það.
þetta allavega tengi þessa lykt strax við hann. Og sem var nú ekki slæmt. Og já, ég stóðst ekki máti að prófa þetta. Þetta er ekki beint gefins, en þetta er ótrúlega drjúgt. Og svo pantaði ég með svona sápuprufur til þess að þvo handverkið mitt upp úr. Það er lavender, juicy orange and ginger, red currant and mandarin, plum and amber og honey apple. Og þetta notar maður bara, maður setur bara sápuna í lóan undir rennandi vatni og lætur þetta freyða svolítið í lóanum og renna ofan í það sem það sem flíkin eða húan eða hvað og láti bara liggja í bleyti í 10 mínútur og skóla svo vel og ef maður er að þvo sokka þá náttúrulega getur maður bara nutta sápunni beint í sólana sokkunum til þess að fá svona betri hreinsun í það. Þannig að nú get ég bara að prófa þetta. Ég er búin að vera að spara þetta þangað til að ég geti sýnt ykkur og þetta kom nú bara ótrúlega hratt sko. Komið á innan við 2 vikum eftir að ég pantaði þetta frá Ameríku. Þannig að ég var svo sem byrjaði að nota handarbyrjun og varasalvan. Ég stóðst nú ekki með átið með það sko. Nú síðan fór ég að vinna á föstudaginn á fimmtudaginn. Já, fimmtudaginn. Fyrsta sem Hafdís segir við mig þegar ég kem niður í búð, varstu búin að sjá þennan lit, hann er nýr. Það er í Fabel print. Svona ótrúlega mikið af fallegum grænum. Það er bara allir litir heimsins í grænum hérna. Og þetta er litur 542 og ég hugsa að ég brjóni bara lága sokka úr þessu með engu munstri, bara þannig að sjálfmunstrið í Fabelinu fá að njóta sín og þá er ein svona 50 gramma dokka alveg nóga því að ég nota 64-66 grammi í háa sokka á mig, eða venjulega sokka, þannig að það er 50 gramma alveg pottet nóg í það. Og svo datt ég á höfuðið af því það var að koma ný sending frá Héraði en ég var svo sem að bíða eftir öðrum litum frá henni sem ég var búin að sjá á síðunni hjá henni en komu ekki með í sendingunni. En ég samt féll í freistni, fékk mér hérna sumar á Silju basanum sem er sokka basinn, þetta er 75% Superwash Merino og 25% nylon, 100 grömm, 425 metrar, fingering, prjónar 2-3 millimetra. Og þetta er Mingarós Unnas frá Héraði. Og þessi litur heitir sumar, heldur betur sumar, grænt og fjólublátt og gult og alls konar fallegt í þessu. Svo fekk ég mig hérna Wiccan Ways. Það er sama, þetta er líka Silju basinn hennar, 75% Superwash Merino, 25% nylon. Og þetta er bara svona glaðlegt og fallegt. Svo fyrir heim og alla sest niður eftir vinnu. Sé ekki að hún er að tala hún sé að fara að uppfæra síðuna sína. Og þá fer ég inn á og segi, ætla að lita þennan lit. Og hún svarar hæl og já, hann til, vilt hann. Svo ég sendi henni skilaboð, pantaði hann. Þetta var liturinn sem hún bjóð til þegar eiginmaðurinn hennar átti afmæli og það er bara eitthvað í honum sem mér fannst alveg æðislegt. Og svo líka hérna vorbóðinn, eitthvað slags heitir hinn liturinn. Óslega fallegur, svona gulur og fjólblár. Sýn ykkur það næst. Það ætti að koma morgun sko, en af því að ég ætla ekki að gera þetta morgun, þá náttúrulega bara, þú veist, eigið það inni, þá bara, þú veist, hef ég eitthvað að sýna ykkur þá og vonandi meira til, því ég er búin að panta með prjónasett. Nema svo hérna fékk ég þessa bókagjöf, Lille Bolle,
og ég held á þessi ég ná sko. Ég er eiginlega nokkuð viss. Þetta er eftir hana Tínu Haugland og þetta er Prjóna fyrir Gutta 0–12 ára. Og það sem að mér finnst svo fallegt í þessari bók er, fyrir utan það að þetta er svona stráka miðaðar uppskriftir, en það eru bara svo fallegar hérna, falleg munstrin. Alveg bara yummy sko. Og náttúrulega bara, þú veist, hversu cute. Þannig að ég ótrúlega ánægð með þessa gjöf. Takk fyrir. Og hérna, já, nú dætti bara ég að skoða hana, ég var að vera að tala við ykkur, já. Skoða þetta seinna, kona. Nú, ég er þá svo sem búin að sýna ykkur og segja frá hvað ég er búin að vera að bauka og svo leis. Ég glemdi nú að segja frá því í síðast þætti að það er byrjað sérst útsala á öllu droppskarni með ulli út maí. 35% afsláttur og það er alveg bara, þú veist, það er ekkert bara fabilið, það er hérna, allt merinóið er bara allt sem er með ulli, Big Merino, Drops Delight, Baby Merino, já bara alpakkað held svo ulli því líka, þannig að það er alveg að gera að nýta sér það. Og ég meina 35% afsláttur, það er bara, þú eiginlega getur ekki gert betur á svona, af því þetta er ekki, þú veist, rýmingasala eða svoleiðis útsala, þetta er bara, svo, þetta eru svona nokkri mánuður á árið, það sem er bara einbeitt sér ákveðni gaddtegund, bara bæði svona, þess að, eins og bómullin, hún svona rennur svolítið inn í sumartíðina og þess aftar, ullin náttúrulega á alltaf við, sérstaklega fyrir okkur hérna á norður hjaranum. Og þetta er semst bara útsala hjá öllum Drops umboðssölum. Og þetta er svona, þetta er alveg ógeðslega, ekki fallið svo ógeðslega, ósvalega skemmtilegu tími í búðinni. Að hérna, konur eru búin að bíða og menn spennt eftir þessu. Þetta er svona mesti hittarinn í droppsgarninu hjá okkur, það er ullin, eðlilega. Við þurfum miklu meira á ullin að halda heldur en öðru garni. Nú, já, og þannig að ég er sem sagt búin að vera að leysa af þar. Lína eigandinn skreppi smá frí og við Hafdís höfum verið að, eða Hafdís svona aðalega dekkaða dagi, ég er svona bara rétt að hoppa inn í þegar ég kemst í það og ég ætla að reyna semst að vera bara duglega að hérna dúndra inn því sem að ég sauma núna í kvöld og á morgun og koma því í gagnið og síðan þá bara býð ég rólega eftir þessu sem er að koma utan. Ég veit ekkert hvenær það kemur, hvort það komi þessari viku eða eftir 3 vikur. Það kemur bara þegar það kemur. En þá er ég allavega búin með allt það efni sem ég á hérna heima við í bili. Ég ætla að reyna að klára það í síðasta lagi á þriðjudaginn. Og þá er það bara allt komið inn á hérna like-síðuna mín á Facebook og bara hafa samband við mig þar í skilaboðum eða eitthvað sem að ykkur hugnast þar. Nú, annars er bara búið að vera svona frekar rólegt hjá okkur. Við dagarindar hérna var Hilmir Þór fekk staðfest nafni sitt af Herði Torfasyni athafnastjóra Siðmenntar, fallega athöfn sem að var líka höfð þegar Hrafntinna fekk sitt nafn staðfest og þetta var bara
óskup góð fjölskyldustund eins og allar nafnaveislur eru á hvaða tagi sem þær eru, hvort það eru á trúarlegu eða bara sem staðfesting á nafninu sem skilgreinir okkur frá öðrum. Og og í gær fór ég á tónleika og hlusta á kórinn minn og kór Fílharmoníu, vera með sameiginlega dagskrá, ótrúlega skemmtilegt og fjörugt. Og svo eignaðist ég lítinn frænda í gær, þannig að Hilmir Þór er ekki lengur yngstur í fjölskyldunni og hann er bara 2 mánaða. Þannig að hann á að gera. Mamma og pabbi voru semst að eignast 18. langömmu og langafabarnið sitt, sem var bara yndislegt. Og já, þannig að það er bara svona, gengur allt sinn vanagang. En nú ætla ég bara að spýta í lófana, ganga frá öllu eftir mig og halda áfram að sauma, svo ég geti nú byrjað svo að undirbúa mig fyrir næstu helgi og legið í prjónanum í bústaðnum. Það var ekki sleppt. En þangað til segi ég bara ég góða og gleðilega handavinnuviku og við sjáumst eftir rúmaviku. Takk fyrir og bless bless.